Komiði sæl, í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og þátt flokksins í mótun 80 ára lýðveldissögu okkar. Við fáum til okkar góða gesti sem allir hafa átt sinn þátt í þessari löngu og merku sögu og ræðum við þá þeirra þáttöku í starfi flokksins. Gestur minn að þessu sinni er Petrea Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrum skrifstofustjóri Sjálfstæðisflokksins og bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi. Vertu velkomin, Petra. Takk að fyrir. Gaman að fá þig í þáttinn. Þig þekkja margir sjálfstæðismenn, svo vakt sér til orða tekið. Þú komst til starfa á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins 1. júlí 1982 og starfaðir hér óslitið til ársloka 2019 í 37,5 ár. Já. Aðrir hafa vart náð slíkum starfsaldri á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins og í dag er þetta nú orðið svona einsdæmi. Hvernig kom það til að þú komst til starfa á skrifstofu flokksins? Það var þannig að frænka mín var hérna að vinna, var ritari framkvæmdastjóra og það vantaði einhvern, og það var allir að fara í sumarfrí og það vantaði einhvern á síman hérna til að vera í, bara leysa af. Og ég sagði, já, ég get gert þetta og ég bara settist hérna frammi á takkasíman sem var bara mjög gamaldags með þau sem er í dag og ég var þar bara hérna innanborðs í 37 ár. Ég var sem sagt að leysa af í sumarfríum í 37 ár. En hvenær, þú hefði nú gert svolítið meir en það. En svona, þú kemur hérna, þú ert með menntun frá Bretlandi? Já, ritari. Já. Og þú starfaðir 37 ár. Hverju voru formenn flokksins? Ætlar að Geir Hallgrímsson þegar þú kemur hérna inn? Já. Og svo hvað? Hvernig er þessi saga, formenn og framkvæmdastjóri? Já, það er náttúrulega þegar ég kem hérna, þá er Kjartan Gunnarsson framkvæmdastjóri og Geir Hallgrímsson formaður og svo sem sagt tekur Þorsteinn við og svo Davíð, svo Geir aftur, annar og svo Bjarni. En aftur á móti áður en þetta gerist að þá hafði ég komið hér aðeins við á utankjörfundar skrifstofunni, eða sem sagt já þar og var þar með Óskari Friðrikssyni. Já. Og hann vildi nú segja að það væri allt honum að þakka að ég hefði komið hér til starfa. Svoleiðis að það voru 5 formenn en aftur á móti hef ég hitt á alla nema Jón Þorláksson. Þú hitt alla formenn Sjálfstæðisflokksins nema Jón Þorláksson? Já. Ég hitti Ólaf Thors þá bara sem barn og svo sem unglingur þá hitti ég Bjarna Ben og ég hafði hitt líka Jóhann Hafstein sem sagt þegar ég var með föður mínum svo að þetta. Og það er nú ekki margir sem að hafa geta sagt að þeir hafi hitt alla formenn Sjálfstæðisflokksins nema Jón Þorláksson. Það er nú svolítið merkilegt. Ég las það, að því við erum að tala um þetta, ég las það á Facebook nýlega að það séu 65 ár á þínu Facebook, 65 ár síðan hófst að vinna sjálfboðaliðastarf fyrir Sjálfstæðisflokkin. Og þú ert ennað, situr í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins í dag fyrir Suðvesturkjördæmi. Þetta er mjög langur tími. Segðu okkur aðeins frá svona upphafið þínu að störfum fyrir flokkin fyrir þessum 65 árum. Hvernig byrjaði þetta? Þetta byrjaði það. Faðir minn, hann var í framboði til Alþingis í vorkosningunum 1959 og það náttúrulega þurfti allar að hjálpa að stað og ég fór að bera út framtak sem var blaðskokka sjálfstæðismanna á Akranesi og svo voru aftur haustkosningar og þá sem sagt var ég náttúrulega að hjálpa til líka að bera út blaðið og gerði það oft sem sagt næstu ár og svo þegar ég varð unglingur þá var ég hérna í Reykjavík í skólanum og þá gekk ég í Heimdal og var þar sótti fundi í kjallaranum á Suðurgötu sem var mjög gaman og svo eftir ég kom heim frá Englandi sem sagt til að fara hratt yfir þá flýtti ég á Seltjarnarnes og skömmu seinna þar gengi í sjálfstæðisfélagi þar þurfti að reyna það 3 sinnum áður en mér var tekið en svo sem sagt og hef verið í flokksstarfi síðan og það enn. Nefndi pappaðinn, faðirinn Jón Árnason var alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn
Borgarfjarðarsýslu 1959. Þú Já. náður einmenningskjördæmi Já. sem er stórmerkilegt. Já. Og síðan fyrir Vesturlandskjördæmi frá þess að þá næstu kosningum og til 1977 þegar hann lét af þingmennsku. Já. Og bæjarfulltrúi líka á Akranesi. Já. Hvernig var að alast upp sem þingmannsdóttir? Það gat verið svolítið erfitt stundum. Það var eiginlega erfiðar að vera dóttir bæjarfulltrúa. Já. Af því að þar fékkstu það svolítið svona óþvegið frá framsóknarmönnum sérstaklega. Það var svona, það var, sko þannig að, já það var eiginlega erfiðar því það nándin var meiri. En það var ágætt að vera þingmannsdóttir. Ég var þá í skóla hérna í Reykjavík sem var mjög gaman en ég hefði nú gjarnan viljað vera áfram á Skaganum en hitt var ágætt líka. Já, það er þannig aðstöð. Það var náttúrulega ekki komin en göng þá. Nei, því að nú við erum miður. Nú geta þingmenninni búið upp á Skaga og flott vinnu það. En kom aldrei annað til greina en Sjálfstæðisflokkurinn svona þessa sögu? Nei. Alls ekki því að það er sko bara Sjálfstæðisflokkurinn höfða til mín og allt, þessi stefna hans er bara mín. En ég er ekkert alltaf alveg sammála öllu. En í meginatriðum er ég það. Þetta er breiður flokkur. Já. Rúmast margar skoðanir. Já. En sko þegar þú kemur til starfa 1982 og þá svona voru aðstæður svolítið aðrar. Það var enga tölvur, það voru vantilega bara ritvélar og pennar og vantilega margir hillumetrar á pappírum. Svona, segðu okkur aðeins frá bara helstu breytingum, ég meina flokkskráin, send út upplýsingar, þetta er gríðarlega breytingar sem þú upplifir hérna á skrifstofunni. Já, alveg, sko þegar ég kem þá er bara rafmagnsritvél og þegar þú þurfti að fjölrita að þá var bara stenslar, við þurftum að velrita stensla og svo var hér fjölritunarvél og eins og fyrir stóra fundi að þá var maður ekki endilega að fara heim klukkan 5 á daginn freka klukkan 5 á mótnana og var aftur mættu klukkan 8 kannski og það var ekkit, en það var sko, framleiðslan var miklu tímafrekari og þú þurftir að vera svo akkurat á stenslunum því að það var svo erfitt að leiðrita prentvillur og svoleiðis. Þetta er náttúrulega einhver smá byltingar sko, í dag sendum við bara tölvupóst og hann er bara komin í hendurnar á viðtakanda strax en áður þurfti að huga því að pósturinn þurfti að bera út og alls konar allt annað vinnuumhverfi. Já, en það fekk maður hér flokka fólki þegar það þurfti að fara að senda út bréf. Það var sko bara alveg reynd fleiri mann sem komu til að hjálpa fyrir kosningar og svoleiðis sko, það var. En svona hvenar tekur þú formlega við starfi skrifstofustjóra og hver voru svona þín helstu, ábyrgðar hlutverk? Ég veit að þú varst í öllu hérna, en hver voru helstu ábyrgðar hlutverkið þín svona framan af? Sko framan af, ég náttúrulega sá þarna flokkskrána og þegar hún er sem sagt sett á sem sagt það var búið til forrit utan flokkskrána. Það var mjög spennandi þegar það var gert og ég fylgdi því alveg hreint eftir og hélt utan flokkskrána fyrst í svona access eins og maður segir og það er eitthvað það besta forrit sem við höfum fundið upp og ég eiginlega hélt utan að þangað til ég hætti. Já. Þegar það er svona sko og ég veit ekki eiginlega hvernig þetta var og í rauninni var Kjartan líka komað í svona að búa til þetta sko strúktúrinn í kringum þetta. Þetta var svona. Þú nefndir áðan að þú starfaðir með 5 formönnum. Kjartan Gunnarsson var framkvæmdastjóri þegar þú kemur og þið starfið þetta mjög lengi saman hérna og síðan hafa verið ég væntanlega 4, þessi ekki 5. framkvæmdastjóri núna sem að Þórður Þórarinsson sem að þú hefur starfað með hérna. Já. Hvernig voru einhver áskoranir fólgnar í því þegar það var skipt formann og svo framkvæmdastjóra? Þú hlýtur að hafa mikla aðlögunarhæfni. Já, bara þó ég segi sjálf, þá hef ég það. En nei, sko, þeir voru allir svo óbúslega ólíkir og það er eins og ég segi, sko, það hefur hver sitt gungulag og ég er voðalega góð að gangi í takt og þeir voru allir svona eins og ég segi, sko, það eru sumir betri en aðrir, það er alltaf bara svoleiðis.
En hvað svona ef þú horfir tilbaka þessi ár? Einhver tímabil á skrifstofunni sem voru eftirminnilegar en önnur? Það má kannski segja sko á 10. áratugnum að þá vorum við hér þó nokkuð mörg og mikil svona samheldni. Þannig við fórum mikið í ferðalög saman, ferðumst til Evrópu, skrifstofuna henni var bara lokað í smást eða það var fengið hér manneskja til að vera á símanum og við ferðumst hér innanlands, fórum norður á Strandir, fórum í Berjamó, fórum að ná okkur í jólatré upp í Skorradal. Það var svona margt þetta sem gerðist þarna á þessum seinast rétt fyrir aldamótinu sem maður segir. Og við höfðum sko Hilmar Guðlusson sem var hér, hann var svo vanur að skipuleggja ferðir og hann var alveg og gerði skipulega þessar ferðir okkar til útlanda. Það var mjög gaman. Valhöll, þetta hús er byggt á 8. áratugnum og þú starfaðir allan þín tíma í þessu húsi. Já. Ég veit það því ég kom hérna fyrst inn 1998-9 eitthvað svoleiðis að það hefur þetta mikið breyst inni. Segðu okkur svona aðeins frá bara hvernig svona þróun hefur verið hérna innan húsa því að það voru miklu fleiri hérna einu sinni starfandi og svona þetta hús á sem merka sögu. Já. Þegar ég kem sko þá er sem sagt þessi staður sem við sitjum núna Ármannsstofa sem var til minningar Ármann sem sagt föður Birgis Ármannssonar. Hann hafði verið mikið í starfinu og látist, hann lést ungur. Það var hérna og þetta var bókasafn og var bara svona fundaaðstaða líka. Svo var miðstjórnarherbyggi sem er hérna innst á ganginum. Þar voru haldnir miðstjórnarfundir og það var á þeim tíma sem maður mátti reykja. Já. Og þið getið ímyndað ykkur með Gísla Ólafs og Albert Guðmundsson inn í sama herbygginu að það var ábyggilega mjög erfitt. Og þarna og skrifstofurnar voru sko allar notaðar. Það voru skrifstofur fyrir Hvöt og fyrir Landsabandið og svo var Reykjavíkurfélögin voru með sko voru með 2 skrifstofur, sem sagt framkvæmdastjórinn og svo ritari framkvæmdastjóra í Reykjavík. Svo höfðu hverfafélögin og svo SÚS og Heimdallur. Það voru allir með sína skrifstofu. Það til skamstíma voru starfsmenn eins og fyrir Verkalýðsráð og SÚS og Landsabandið. Það voru starfsmenn, kannski ekki fullu starfi, en hér var mikið af fólki. Og fyrsta hæðin þá alltaf bara verið fyrir fundarsali og bókasafni sem var þar og fundarstað. En hérna uppi, af því að nú hefur verið mikil starfsemi í húsinu, sko, utanakomandi starfsemi lengi, en var Sjálfstæðisflokkurinn aldrei með þessar hæðir hérna uppi? Nei, bara fyrir utankjörfundarskrifstofuna. Hinnar, sko, á efstu hæðinni, þar komu tannlæknarnir fyrst og þeir voru á undan okkur inn í húsið, Heimir, Sindra og fleiri, sko. Já, þeir fóru fyrst og svo komum við á eftir. Landsfundir Sjálfstæðisflokksins, það tengja margir þig við landsfundina en það helstu utanum þá árum saman, sko, þetta eru einar stærstu og ekkert einar, þetta eru stærstu pólitísku samkomur landsins, ég held að það sé nú bara óhætt að fullyrða það og þetta er náttúrulega gríðarlega mikill undirbúningur myndi ég veit ég bara fyrir svona fundi, þetta voru nú einu svona 4 daga fundi, byrjuð á 5. degi og fram á laugardag. Segðu okkur aðeins frá svona landsfundum Sjálfstæðisflokksins í tíð betur. Hvernig breyttist þetta? Voru... Já, þetta hefur náttúrulega breyst alveg gífurlega með nýrri tækni og ég var þetta stund fegnust þegar að ég náði því eiginlega að vera með blaðlausan svona í lokin, þá vorum við eiginlega komin niður í blaðlausa fundi, eins og maður segir, pappírslausa. Ég reyndar kom fyrst að landsfundi hér 1981 sem bara svona sjálfboðaliður kom inn til að hjálpa að sitja möppur og sitja umslög og svo leiðis. Þá var sem sagt Þóra Emilía frænka mín sem var hér og réði mig til starfa svo. Að þarna ég kom og hjálpaði þá var það hérna í Sigtúni hérna upp á Suðurlandsbraut. Já. Og það var mjög gaman. Ég þótti það mjög gaman að Voru þetta svona, eins og þetta 1981, er þetta svona álíka stór fundur og við verðum að halda svona síðustu 4-5 fundi eða Nei, það voru aðeins minni, sko. Það er búið að breyta náttúrulega skipulagsreglunum og það hefur fjölgað, sko, hvað koma frá hverju félagi og svona og aðeins breyta því og það eru fleiri sem koma
eins og í flokksráð og svoleið. Hvernig svona gegnum tíðan, þú talar blaðalaust, það var náttúrulega mikið málefni að vinna, mikil stefnumótun að vinna og það þurfti auðvitað að prenta aftur ályktanir frá búið að vinna með þeirri nefndum og svona, þetta var auðvitað gríðarlega mikil prentun. En svona aðrar breytingar, er þetta svona í grunninn allt svipað þetta var eða hefur þetta Sko í rauninni það, sko, því að það náttúrulega var landsfundur settur í Háskóla Bíó. Svo fór fram, sem sagt, svo voru kvöldverðir hjá kjördæmanum og þess aftar og svo var málefna nefnda vinnan. Og svo þegar það var búið, þá þurftum við að fá, sem sagt, allt það sem þurfti að fjölfalda og slá inn á stensla. Já, auðvitað. Og ég, sem sagt, var mjög ánægð með það þegar mér tókst að kaupa vél af, skal ég segja þar sem ég hefði unnið áður í umferðaráði sem aflýsingamanneskja. Þeir voru að losa sig við svona vél sem að þú gast brennt stensla. Og ég náði því að kaupa hana af þeim og það var alveg bylting. Þá gáttum við vélritað bara á blað og brent á stensil. Þá þurftum við ekki að slá beint á stensilin, sko. Þetta sem sagt breytist úr þessu að að brenna stensla upp í það að þú situr þetta bara hérna í tölvuna og fólk kemur bara með sinni tölvu eða iPad. Og svo yfir í það að vera bara með hraðvirka prentara sem dæla þess út. Já. En svona allir þessi landsfundir, einhver landsfundur sem er eftirminnilegur en annar eða stendur upp úr? Nei, ég get nú ekki sagt það, sko, því að það er alltaf hver landsfundur sem hefur sinn sjálfna, sko. Það er svona, ég get ekki tekið einn út. Þú myndist á það áðan að svona, þú hélst utan flokkskrána og allan tíman eftir að hún var tölvuvæn. Og flokkurinn er alltaf byggður upp á okkur 160 félögum og ráðum og mikil samskipti þeirra hérna inn á skrifstofuna. Þannig að þinn tími hefur væntanlega farið mikið í að svona liðsinna þessum 160 formunum og ráðum, en er þetta ekki, hvernig er hægt að ná að halda utan svona stórt batteri? Ég bara get eiginlega ekki sagt það. Líklega bara ánægjan. Hún keyrði mig áfram. Mér fannst þetta svo skemmtilegt. Mér hefur alltaf þótt gaman að tala við fólk og vera með fólki og ég svona gerði í því ef ég var að ferðast, ef ég út landið, þá ef ég mig grunaði að það væri einhver úr félaginu eða einhver nálægt, þá svona fór ég að heilsað upp á það. En mér finnst þetta bara svo ofboðslega skemmtilegt að þetta var ekki neitt mál. Svona, það var í lánægjan sem var svona sem keyrði mig áfram. Já. En það 37 ár, það þarf að vera gaman í vinnunni til að vera í vinnunni í 37 ár. Já, það var það alveg sérstaklega. En 1990 þá tekur þú sæti í bæjarstjórn Seltjarnarness og situr það sem bæjarfulltrúi í 2 kjörtímabil. Hvernig kom til að þú gafst kost að vera í bæjarmálum? Heyrðu, það var nú þannig að ég fór fyrst á lista 86 sem varamanneskja. Ég man það nákvæmlega hvernig það gerðist. Ég var hér, það var einn daginn sem við vorum með svona þrifadaginn á skrifstofunni. Ég var með bleika gúmmihanska og Jón Hákon og Gísli Ólafs komu hér inn á hæðina og segðu megum við tala eins við þig. Ég sagði já, með mína bleiku hanska. Og þeir segði, heyrðu, okkur langar að fá þig á lista hjá Sjálfstæðisflokknum út á Nesi. Já, góðir. Svo ég sagði, já. Og ég bara sagði já. Já, bara eins og alltaf þegar þú varst beðin. Já, úr ég var beðin það, þá hljótaði að trúa að ég gæti það og svo ég bara var sem sagt, sko fyrst var að fulltrú og svo var prókjör og ég mér gekk bara mjög vel í því og svo var aftur prókjör og mér gekk bara ennþá betur í því og svo bara ákvaði ég að 2 kjörtímabil var alveg nóg. Það er svona því að ég var að vinna hér og svona og þetta var bara mjög gaman, sko. En hver voru svona eftirminnilegustu stærstu málin í bæjarmálunum þessum árum? Það, sko, ég man eftir einu fundi sérstaklega, það var verið að bora fyrir nýrri hólu að hitaveitunni og
það var búið að ganga illa og svo allt í einu er bæjarstjórnarfundur og Sigur kemur inn sko og hann var rjóður upp í sko hársrót. Það hafði komið upp þetta svaka flotta vatn og hann bara var alveg sko. Það er svona eitt af málefnum og svo svona eitt og annað sem hann gerði náttúrulega blessaði kallinn sko, eins og með Hólmann út í Tjörninni. Það voru margir sem voru mjög reiðir út í hann fyrir að fara að skella einhverju möl þarna, en allir þakkláttir í dag. Ja. Og Sigurgeir, hann var þannig að það var mjög gott að vinna með honum. Og ef þú varst með einhvað mál og þú rökrættir það, þá stóð hann 100% á bakvið þig. Hvort sem að hann var alveg sammálaði ekki, en ef að þú varst með einhvað, að þá bara sagði, ef það er svona sem þú vilt hafa, þá stend ég með þér. Sigurgeir Sigurðsson heitinn, hann var náttúrulega mjög farsæll bæjarstjóri á Seltjarnarnesi og var þar náttúrulega bara í áratugi. Hvað, af því að þú þekktir hann vel, hvað svona heldur að hafi ráðið því að hann var svona naut þessa trausts og virðingar bæjarbúa? Ég held að það sko, þú vissi hvað þú hafðir hann. Hann var bara hann sjálfur. Hann fylgdist með öllu sem var að gerast í bæjarfélaginu. Hann fór á hverjum einasta degi eftir hádegismatinn, þá keyrði hann bæinn og til þess að athuga hvað var að gerast. Og það er eins og ég segi, þann fylgdist grannt með og hún þótti afskaplega vænt fólkið sitt og fólki fann það. En á þessum árum, 1998, voru ykkur átakamál í bæjarstjórninni? Ekki það ég mun eftir. Nei. Ekki neitt. Svona talandi áfram Seltjarnarnes, þið hjónin eru búin að búa þar í nokkuð marga áratugi og þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn alla tíð verið í hreinu meirihluta og það er ekki mörg ef nokkuð sveitafélag á landinu, sem fyrir utan kannski Garðabæ, þar sem að það hefur verið. Af hverju heldur að flokkurinn bara almennt njóti svona mikils trausts og stuðnings bæjarbúa á Seltjarnarnesi? Sko, ég held að kannski grunninn er það vinna Sigurgeirs og hans kollega sem gerðu svona byggðu grunninn og þetta starf hefur haldið áfram og við erum mjög náin á Seltjarnarnes, við þekkjum hvort annað mikið, þetta er svona sveitabær út á landi í rauninni því að fólk þekkist það vel og traust til fólks er bara, þú veist hvað þessi hefur að geyma sko, þú treystur honum og þá bara af hverju að vera að breyta einhverju sem að gengur vel. Það er bara. En svona, kannski að lokum, 65 ár af sögu Sjálfstæðisflokksins í 95 ár og 65 ár af 80 ára lýðveldissögunni. Ertu búin að vera virk í starfi Sjálfstæðisflokksins? Ef þú ættir svona að horfa tilbaka út frá bara sjálfstæðisstefnunni og svona hvernig við höfum sem lýðveldi þróast á þessum 65 árum. Hvað heldur þú að sé kannski eitt af tveimur stóru framlögum flokksins bara til mótunar samfélagsins? Bara sem íbúi og flokksmaður. Ég held kannski sko, fyrst og fremst var það Viðreisnarstjórnin sem var þarna upp úr 1960 og þar. Að ég held að hún hafi lagt mikinn og góðan grunn að því samfélagi sem við höfum í dag og eins og ég segi bara sko flokksstefnan og þetta það hlæja nú margir að manni þegar maður segir stétt með stétt en það er svoleiðis innan flokksins. Við erum þannig og viljum vera það og ég held að það sé eitt af því sem að svona er svona stóri punkturinn í það er sko hvað við trúum á einstaklingin og að hann hafi rétt á að gera það sem hann veit og við styðjum hann í því. Ég held að það sé svona. Við látum þetta vera lokaorðin, Peta, í þessum þætti. Kæra þakki fyrir komuna, yndislegt að fá þig og alltaf að sjá þig. Takk fyrir þetta áhugaverða spjall. Við höldum áfram að fá til okkar gesti í næstu þáttum þar sem við fjöllum sögu Sjálfstæðisflokksins í 95 ár og 80 ára lýðveldis í samtölum við fjölbreyttan hóp fólks sem hefur mótað þá sögu og haft áhrif á hana.
Alla þætti má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum á YouTube og heimasíðu flokksins xd.is. Fylgist með og lifið heil.